Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Hvað segir þið gott? Gleðilegt jól eða þeir síðan sem ég sá ekki hérna fyrir nokkrum dögum. Gaman að jólin eru búin, núna geta nýja ári komið og við byrjum upp á nýtt. Eigum ekki að byrja með bæn og já. Kæri heimilski faðir, ég vil þakka þér einu og aftur fyrir að hafa kosið að elska okkur og komið í þennan heim til að lífa eins og okkur og upplifa hvað við upplifum svo við vitum að þú veist hvernig okkur líður og hvað við erum að gangi í gegnum og við erum endalaust þakklát fyrir þessa ótrúlega gjöf sem þú gefur okkur á hverjum degi að þekkja þig og elska þig. Ég vil biðja þig að vera með þeim sem eru á leiðinni. Ég vil biðja þeim sem eru að horfa heima, fyrir þeir sem geta ekki komist og okkur hér sendu þín heilagur andi svo við getum fundið fyrir þig, sérstaklega á þessum tímum svo sem við erum að minnast þig sérstaklega en auðvitað alltaf. Ég vil biðja þeim að hjálpa okkur að byrja nýja ári með þig og já, og hvort annað í þinni trú. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum byrja með að syngja Salminn 91. Amen. Skulum syngja aðeins meira.
Salmi 113. Já, áhugavert að hugsa að við munum syngja þetta mögulega í síðasta sinn í heilt ár. En skulum núna standa og lesa reikningavers sem hægt að finna í Jesaja 9, vers 2 og 6. Þú eykur stórum fögnuðinn, gerir gleðina mikla, menn gleðjast yfir augliti þínu eins og þegar uppskeru fagnað, eins og menn fagna þegar herfangi skipt. Mikil skal höfðingja dómurinn verða og fríðurinn enda taka og hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti, héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Við skulum biðja. Kæri Jesú, kæri Guð, kæri Faðir, við bara getum ekki beðið þangað til að þú kemur aftur að sækja okkur og við getum fagnað með þig að eilífu, að þú hefur bjargað okkur og elskað okkur alltaf. Ég vil þakka þér fyrir þessi ár sem við höfum upplifað alls konar og séð þig vinna alls konar sem við höfum haldið að sé ómögulegt, að styðja kirkjuna þína og hjálpa okkur að halda áfram í gegnum erfiða tímum og góðum tímum og já, ég vil biðja þig að vera áfram með okkur og styrkja okkur og hjálpa okkur að stækka og vaxa og þroskast ennþá meira í þig og bara í kirkjan þín og í okkar persónulega lífi svo við getum elskað þig meira. Í Jesú nafni. Amen.
Já. Núna ætlum við að syngja Sálminn 104.
það var svolítið skemmtilegt að syngja þennan sálm og því við vorum komin og svo bara mæti. Ég veit ekki hvort þið voru þar með mér, en ég var þar. En gaman. En skulum núna taka upp gjafir og byrja, já. Svo kemur barnasálminn. Kæri himneski Faðir, við vitum að þessar gjafir sem við höfum að gefa þér svo lítið miðað við stærsta gjöfin sem þú gefa okkur sem að komast í þennan heim og gefa okkur besta gjöfin sem að frelsa okkur frá syndinni. Þú vilt vera með okkur og bjarga okkur og hjálpa okkur í gegnum allt. Við viljum þakka þér fyrir allt sem þú hefur gefið okkur þessi ár, fyrir að ef við vorum veik, ef við vorum heilbrigð, ef við vorum að ganga gegnum eitthvað erfið, þetta leysist. Allar þessar gjafir, litlir og stórar, sem þú gerðir fyrir okkur. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur að nýta þínar gjafir vel og nota þær til þess að sýna fólki í heiminum hvað þú stór og góður. Vertu með kirkjuna og hjálpa henni að stækka eins og ég bað áðan og í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir. Og gjafirnir í þessu skulda fara til safnaðarsjóðs. En börnin, eigum við að fara að syngja barnasálm og hlusta á mjög góða barnasögu? Eigum að koma hérna fremst? Nei, jú. Hvað segir það? Amen.
að koma fram? Viljið sitja hérna fremst? Svo allar Kitty að segja ykkur stóru börnum söguna eftir á. Já. Jæja, krakkar. Gleðileg jól. Er búið að vera gaman á jólunum? Gott að heyra. Mér langar að segja ykkur eina sögu í dag. Á einum strák og hann stendur í söguna sem ég fekk. Hann stendur hann heiti Jeremy. En það er svolítið erfitt að segja alltaf Jeremy. Hvaða nafn er að velja fyrir hana á íslensku? Vil ég velja eitthvað nafn fyrir strákinn? Ég var að segja bara Jeremy. Jeremy var 10 ára strákur og hann átti heima í gömlu Júgóslavíu. Og hann heyrði prestinn sinn segja, allir geta vitnað fyrir Guð. Og presturinn sagði í ræðu, eina sem þú þarft að gera er að strá fræi. Og næsta daginn var hann og pabbi hans á leiðinni í garðinn. Þeir stukkuðu í strætóinn og strætóinn var næstu fullur. Það var bara svona sæti laust við hliðina á einhverjum öðrum. Þannig að þeir settur sikkur megin við ganginn, pabbi hans og hann. En Jeremy, hann settist við hliðina á manni sem var pínu reiður á svipinn. Hann var nú pínu skrítið. En Jeremy hugsaði með sjálfu sér, ég svaraði ákalli prestins minns í gær, svo ég verð að reyna að segja eitthvað við hennar mann. Svo Jeremy leit á manninn og spurði hann hvort hann væri kristinn. Er þú kristinn? Spurði hann manninn. Og maðurinn var eiginlega bara reiður og sagði, þú ert ennþá svo ungur, þú hefur ekki hugmynd hvað það er, svona kirkja og allt þetta er. Allar sögunir í biblíunni, þetta er bara bull, sagði hann. Og Jeremy vissi ekki hvað hann átti að segja við hennar mann. En hann byrjaði að hugsa hvernig hann geti samt vitnað fyrir þessu manni. Hann mundi eftir einhvern tímann hafði pappan sagt og hann sagði við mannin, Herra, segir úr mitt tímann. Maðurinn, hann var svona meira að vera svolítið pirraður en af því að hann langaði nú eiginlega bara að vera í strætó og bara að vera í friði. Það veri ekki einhver að tala vissu eitthvað svona. En svo kíkti hann á úrið hans stráksins og kíkti á Jeremy og segi, já, úrið þitt segir tímann. Jeremy brosti og sagði, nei, það gerir það ekki. Nú var maðurinn svolítið hissa. Jú, það gerir það, las hann. Nei, það gerir það ekki. Maður sagði, allt í lagi, segðu mér af hverju úrið segir ekki tímann. Það er út af því að þú þarft að lesa úrið og þá muntu vita hvað tíminn er. Þá muntu vita hvað klukkan er. Sjáðu, herra, þú kannski hefur heyrt biblíusögur, en þú ert að lesa í biblíunni til þess að sjá hvað tíminn er, hvað tíma verum á og biblían, hún getur breytt þér. Maður vissi ekki alveg hvað hann ætti að segja við þessu. Svo hann spurði bara, hvernig getur hún breytt mér, biblían? Þá bendi drengurinn á pappa sinn og sagði, svona breytti biblían pappa mínum. Pappi minn, hann var mikið að drekka alkohól og hann gerði slæma hluti bæði við mig og mömmu á hverjum degi. En einn dag þá sá ég hann lesa í biblíunni, í bók. Og ég byrjaði að taka eftir því að hann breyttist frá dag frá degi. Hann breyttist af því að hann var að lesa í biblíunni. Og allt í einu hann hætti hann að vera vondur og bara byrjaði að vera góður og þau byrjuðu að fara í kirkju. Kirkju 7. aðventista. Hvað er svoleiðis kirkja, spurði hann. Þú þarft ekki að hafa mikla ágjörði núna. Allt það sem þú þarft að vita er að Jesús dó fyrir því, sagði strákurinn við hann, og hann hefur risið upp og hann kemur aftur til að sækja
okkur til að taka okkur með til að vera heima hjá honum. Herra, sagði strákurinn við manninn, Jesús að kalla þig heim. En herra, þetta stoppustöðin mín, ég þarf að fara úr strætónum. Eigðu góðan dag, sagði hann og labbaði síðan út úr strætónum. Maðurinn var nú að hissa og hann var að hugsa og hann fór að hugsa. Og vitið það, vegna þess að strákurinn leyfði Guð að nota sig, vitið hvað gerðist? Þessi maður sem hann talaði í strætónum, þessi reiðimaður, hann var prestur í aðventkirkju í Króatíu í kjölfarið. Pælið í því. Bara einhver sem hann hitti í strætónum sem var með þess að reiðirlegur á svipinn. Hann fór að hugsa, já, kannski vil ég að Biblían breyti mér. Og svo þegar hann var búinn að lesa Biblíunni og Biblían var búinn að breyta honum, þá langaði hann svo mikið að segja öðrum að hann var prestur. Þannig að allir geta vitnað fyrir Guð. Það var það sem presturinn sagði í ræðunni og Jeremy trúði honum og hann fór og gerði það. Finnst ykkur ekki svolítið mögnuð saga? Eigum við að biðja saman, krakkar? Það voru rosa duglega að hlusta. Já. Góði Guð, takk fyrir það að þú ert með okkur og þú passar upp á okkur. Takk fyrir það að þú vilt leiða okkur og venda okkur alla daga. Góði Guð, við biðjum þig alveg sérstaklega að blessa öll börnin hér. Bæðu litlu en líka stóru. Góði Guð, þökkum við fyrir það að þú vilt vinna með okkur og hjálpa okkur að ná til annara og segja frá þér. Góði Guð, við þökkum við líka fyrir það að þú vil gefa okkur Biblíuna sem getur breytt okkur og getur gert okkur frá því að gera ekki góða hluti yfir að gera góða hluti. Góði Guð, við biðjum þig að vera með okkur í dag og hjálpa okkur og leiða okkur allt þar til að þú kemur aftur og sækir okkur heim. Biðjum þess í Jesú nafni og segjum saman Amen. Takk krakkar. Þið megið setjast í sætin. Gleðilegan hvíldardag öll sömul. Það gott að sjá okkur öllir saman komin. Beð líka að heilsa þeim sem eru heima á netinu og eru að horfa núna eða seinna. Mig langar til að lúta höfði stuttlega í bæn áður en að ég tala til ykkar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir jólin og við þökkum þér fyrir það tíma sem við höfum til að verja með hvort öðru saman, fjölskyldum og vinum. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir þá ótrúlegu gjöf sem þú gafst okkur að senda son þinn hingað og að hann skildi vera lagður í jötu og hann skildi lifa lífi og gefa okkur fordæmi fyrir okkar líf og hann skildi síðan deyja á krossi fyrir okkur. Kæri Faðir, við erum þakklátt fyrir þetta. Við biðjum umfram allt þinn heilagan anda að þú megir vera með okkur og tala til okkar í Jesú nafni. Amen. Við ákváðum, eða já, hversu mikið í fleirtölu, það er eins og það er, en það var ákveðið að reyna að hefja aftur það að vera með aftansöng hérna í loftsalnum. Og við komum saman og við vorum nú kannski aðeins farin í dag, en við vorum þetta var ánægjuleg stund og gaman að koma saman líka á jólunum. Ég deildi þá með stuttri hugvekju og mér langar til að byggja á þeirri hugvekju og aðeins gefa aðeins meiri kringum það. En við erum á þessum tímum, þessum tímur sem eru í dag í nútíma samfélagi,
að þá eru jólin mikið tilhuganaefni fyrir marga og fyrir suma í marga mánuði þar á undan. Við vitum það að þegar Kristur kom, hafði komið hans verið beðið aldir, í raun og veru allt frá fæðingu Abel. Þið sjáðu Adam og Eva voru alveg þess fullviss að frelsarinn væri strax kominn þegar frumburðurinn fæddist. Ísraelsmenn voru kannski margir farnir að gleyma þessu loforði, enda höfðu aldir og aldir liðið. En enga síður okkur sagt að fjárherrarnir, þeir hafa verið að ræða komu Messías og fengu þess vegna þessa himnasendingu þegar englarnir koma til þeirra. Stundum gleymist það í allri jólaösinni, gleymist barnið sem í jötunni. En við sjáum samt hvernig undirbúningurinn fyrir jólin tekur yfir allt samfélagið og samfélagið umbreytist. Það eru sett jólaljós og þessi jólaös tekur við. En þetta ekki bara alltaf eftirvænting eftir gjöfum og góðum mat, heldur líka verið að fagnast eftirvænting eftir samveru með ástvinum og til þess að fagna því að Jesú Kristur kom til jarðar og frelsa fallið mannkyn. Það hinn ósvikni jólaandi. Við erum oft í þessu nútíma samfélagi samt alltaf í þessari keppni við hið veraldlega og við sjáum í raun og veru hversu mikill munur á þessu veraldlega og því hvernig Kristur kom í heiminn. Kristur, eða Jósef og María réttara sagt, kom á gistiheimilinn en allstar var fullt. Og það endaði þannig að Kristur fæddist í fjárhúsi og var lagður í jötu. Hann var kominn frá himnum, frá dýrð, frá hásæti Guðs og síðan var hann lagður í jötu. En margir eru spenntir og glaðir og bíða eftir jólunum og geta varla beðið eftir honum, sérstaklega oft börnin. En það samt líka ákveðin þversögn við jólin, vegna þess að fyrir suma þetta erfiður tími. Tími sem minnir á aðra erfiðari tíma, ástvini sem fallið hafa frá eða aðra erfiðleika. Það líka margir sem að reynast einmana á jólum. Sumir, einfaldlega vegna þess að þeir eru mikið út af fyrir sig, en aðrir eru einmana, jafnvel þótt þeir séu umkringdir fólki. Og það kunna vera margvíslegar ástæður fyrir því hvor upplifunin við upplifum sjálf, en það samt þessi staðreynd að jólin hefur þessar tvær hliðar. Sumir sem eru spenntir fyrir þeim og aðrir sem hlakka ekkert endilega til þeirra. Vekur bara frekar upp stress eða slæmar minningar. Og það fer svolítið eftir því hvaða mynd eða tengingu við gerum með jólin, hvort þau reynast tilhlökkunarefni eða ekki. Ég held að við viljum kannski alltaf jáft og svona heilt yfir, þá viljum við frekar hafa eftirvæntingu og tilhlökkun heldur en kvíða, en stundum það samt þannig að einmitt þessi tenging eða mynd sem við höfum stýri því hvernig við upplifum eða hvernig við hvernig eftirvænting eða hvort þessi tilhlökkun til staðar eða ekki. Og það sem ég deildi með á aðfangadag var þessi hugmynd að þetta ekkert einsdæmi. Hvort að það til margir hlutir sem að sumir hlakka til að upplifa og aðrir kvíða. En ef við drögum þetta kannski meira yfir í hið kristinlega samhengi, að þá sjáum við að sumir eru spenntir fyrir Guði, en aðrir vilja ekkert með hann hafa. Og þá spyr maður sig kannski hvaða mynd hefur samfélagið af Guði og hvaða mynd hef ég og þú af Guði. Sumir eru spenntir fyrir endurkomu Krists en aðrir kvíða dóm hans. Sumir eru spenntir fyrir hverjum hvíldardegi en öðrum finnst hvíldardagurinn byrði. En ef við veltum því fyrir okkur að hvaða ímynd það sem við höfum af Guði eða jafnvel af kirkjunni. Hvern ásund okkur á hver Guð
og hvaða áhrif það hefur hvort nærvera með honum sé tilhlökkunarefni. Við getum nefnilega séð og hugsað sem svo að ef ímynd okkar af Guði svo að hann sé kærleiksríkur, miskunnsamur og réttlátur Guð sem að elskar okkur. Elskar hvert og eitt okkar svo heitt að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ætti þá ekki nærvera með honum að vera okkar helsta tilhlökkunarefni? En hvers vegna þá svo margir sem að vilja ekki líta við Guði? Hvaða ímynd hefur heimurinn af Guði? Það nefnilega þannig að við getum líka á hinn bóginn sett okkur upp og séð að ef ímynd okkar af Guði ekki byggð á orði Guðs, ef ímynd okkar af honum skekkt, eða það eitthvað sem veldur því að við sjáum hann ekki réttu ljósi, ef upplifun eða ímynd okkar af Guði að hann sé ekki réttlátur, að hann sé ekki nálægur eða jafnvel að honum standa á sama okkur, þá kannski heldur ekki skrítið að nærvera með honum sé ekki okkar helsta tilhlökkunarefni. Sjónarhornin okkar á Guð skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli. Viðhorf okkar og hvaða ímynd við höfum á lyndisengum Guðs skiptir verulega miklu máli í hvort við sækjum hans nærveru. Það var einu sinni ungur drengur sem sá að það var að koma sirkus í gegnum bæinn. Hann heyrði að skrúðgangan var að koma niður götuna sína, en eina leiðin til þess að hann geti séð var ef hann myndi kíkja í gegnum lítið gat á girðingunni. Hann gat ekki hjálpa því, en hann ímynda sér hvernig það væri ef hann væri hinum megin við girðinguna og geti séð allt hvað var að gerast. En þegar dagurinn kom, þá var hann mjög lasinn. Mamman sagði honum að hann mætti alls ekki fara út þennan dag. Svo allt í einu heyrir hann að skrúðgangan að koma. Hann heyrir í túpunni, hann heyrir í trommunum og hann heyrir í trompetunum. Þetta þýddi að skrúðgangan var alveg að fara að koma niður götuna hans. Spenningurinn inn í honum byrjaði að vaxa. Svo datt honum eitthvað í hug. Hann klifraði upp í gluggakistuna og opnaði gluggann. Herbergið hans var nefnilega á annarri hæð, svo það var svolítið hátt uppi. Hann gat séð eins og fuglsaugað og sá alla skrúðgönguna. Frá þessu nýja sjónarhóli sá hann allt saman. Hann sá trúðana, fílana, hann sá þá sem voru að kasta upp og honum fannst það alveg frábært. Hann sá alla skrúðgönguna. En allan tíman fram að því hann verið að horfa í gegnum gatið á girðingunni. Sjónarhorn hans hafði haft áhrif, þannig að hann sá ekki eins mikið og hann hefði geta. Stundum þurfum við sjálf að fá nýtt sjónarhorn. Stundum þurfum við að fara aðeins ofar til að sjá og stundum þurfum við að sjá Guð í nýju ljósi og stundum þarf Guð að sýna okkur nýja hluti. En hvað með endurkomu Krists? Myndum við segja að hún væri tilhlökkunarefni eða ekki? Það eru líka skiptar skoðanir á því. Munið þegar Kristur kom í heiminn í fyrra sinn, þá voru margar ranghugmyndir Krist og Messias og hans fyrirkomu. Hvernig staðan í dag fyrir endurkoma hans? Kristur kom í þennan heim auðmjúkur til þess að þjónusta og að lokum deyja fyrir allt mannkyn. En samtímamenn hans áttu von á konung og hersöngja sem myndi frelsa þá undan oki Rómaveldis. En það var aldrei ekki Kristur sem kom, sem þeir áttu von á. Kristur var kominn sem lamb Guðs sem var færður sem fórn fyrir sakir synda okkar. Kristur að koma aftur, en sumir eru fagna því, en aðrir kvíða dóm hans. Við lesum í Biblíunni að Kristur okkar milligöngu maður, árnaðar maður okkar hjá föðurnum.
sem þýðir á nútíma íslensku að hann okkar lögfræðingur. Ef við hvílum í honum þá talar hann máli okkar. Það sem meira þá tilreiknar hann okkur sitt réttlæti og við erum dæmd samkvæmt hans réttlæti því að hann hefur greitt fyrir syndir okkar af fullu og því engu að örvænta dómi hans. Niðurstaðan liggur nefnilega fyrir nú þegar. Kristur réttlátur og hann þráir að koma í okkar stað. Okkar að taka á móti fyrirgefningu hans og frelsandi náðarkrafti hans, að dvelja í honum, treysta honum. Stundum höldum við nefnilega að við þurfum að undirbúa og koma til Krists og gera allt rétt til að allt gangi upp. Það var þannig með gamla mannin sem átti lóð með litlum kofa á. Aðrir nágrannar hans höfðu selt kofana sína og húsin sín á góðu verði því að borgin hún var alltaf að stækka og það var alltaf verið að þróa og byggja hann meira og meira. Og einn dag kom milljónamæringur og sá möguleikana sem voru í þessari litlu lóð. Svo hann sendiboða sinn þangað til að kaupa það. Fátæki maðurinn sagði einhverja tölu, eitthvað verð sem honum fannst himinhátt fyrir eignina sína. Og án þess að hika sagði umboðsmaðurinn, eða sá sem hann sendi fulltrúinn, allt í lagi, ég skal kaupa. Hvenær viltu fá húsið? Sagði eigandinn. Ó, kannski bara eftir 2 vikur, þá kem ég með pappirana. Hérna eru $1,000 til að binda söluna, til að festa söluna. Og gamli maðurinn, hann var himinsinn lifinn. Hann hefði fengið þetta svakalega flotta verð. Hann hugsaði, best að fara að laga hérna. Þeir eru að fara að borga svona gott verð, þannig ég ætla að fara að laga húsið mitt. Ef þeim líst svona vel á kofan minn, þá get ég nú alveg gert einhverjar smá viðgerðir. Og hann vann næstu í dag og nótt þessar 2 vikur. Hann málaði kofan, hann lagaði hér og þar, hann setti nýtt gler í, hann skipti út dúknum og gólfinu og lagaði ýmsa hluti í þakinu og hann tók til í garðinu. Svo á 2 vikum liðnum þá kom milljarðamæningurinn og fulltrúi hans og þeir komu með pappirana til gamla mannsins að skrifa undir. Og gamli maðurinn hann var svolítið áhyggjufullur, hann gat varla haldið á pennunum. Ekkert var sagt allar þessar betrumbætur sem hann hafði gert. Svo hann sagði að lokum, þið sjáuði hvernig ég hef lagað þetta svona fallega. Þetta eru mjög fínn staður fyrir þig núna. Ég vona að þú munir njóta þess að vera hér. Fyrirgefðu, sagði milljónamæningurinn, ég keypti ekki þennan stað fyrir það sem það heldur fyrir það sem ég ætla að setja hér. Ég ætla að nota jarðýtu og leggja þennan kofa við jörðu og byggja nýtt hús. Við nefnilega höldum stundum að við getum lagað okkur sjálf, að við getum gert okkur nógu góð fyrir Guð. En Guð kemur með sitt réttlæti, Kristur kemur með sitt réttlæti í staðinn fyrir okkur og réttlætir hina óguðlegu. Það ekki vegna þess að hann finnur í okkur, heldur vegna þess hvað hann ætlar að gera í okkur. Hann kallar okkur með náð og hann frelsar okkur ekki vegna þess hvað hann sér í okkur, heldur vegna þess hvað hann ætlar að gera í okkur og hvernig við getum vaxið í náð og í þekkingu í Guði. Ef við setjum traust okkur í hann, þá erum við réttlæt fyrir trú og þá hefst þetta ferli sem að kallast oft helgun. En hún ekki til þess að við lögum kofan til að kofinn verði svo fínn, heldur erum við að treysta á að Kristur byggi upp á nýju og gefa okkur sitt réttlæti. Þannig að við sjáum það að endurkoma Krists, ef við skiljum hana rétt, gríðarlegt tilhlökkunarefni.
Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við þurfum að laga kofan áður en að Kristur kemur. Kristur ætlar að byggja nýjan kofa, nýtt hús í þess stað, í hjarta okkar og í lífi okkar. En hvað með hvíldardaginn? Er hann tilhlökkunarefni í hverri viku? Eða endar hann stundum sem byrði? Við vitum það að hvíldardagurinn var gefinn mannkyninu við sköpun og hann fullkomnaði sköpunarverkið. Við vitum það að hvíldardagurinn er haldinn á himnum og við vitum að hann er tilhlökkunarefni fyrir engla Guðs sem eru nú þegar á himnum með honum samt. Við vitum líka að Kristur er herra hvíldardagsins. Við vitum að maðurinn var ekki búinn til fyrir hvíldardaginn, heldur var hvíldardagurinn búinn til mannsins vegna. Vissulega er hvíldardagurinn líka sameiningatákn og mikilvægur prófsteinn á síðustu tímum, en fyrst og fremst er hvíldardaginum ætlað að vera okkur til blessunar. Þessi hugmynd það að losna undan veranlegu álagi í 1 sólarhring í hverri viku var ekki bara nauðsynleg á fyrri öldum, þar sem mikil var líkamlega vinnu, heldur hann enn mikilvægari í nútíma samfélagi, þar sem álagið fyrir svo marga er að mestu huglægt og andlegt. Áritið í nútíma samfélagi er svo mikið að það er auðvelt að vera borin yfirliði. Skaparinn okkar sem skapaði mannkynið veit hvað við þurfum að halda og við þurfum þessa hvíld. En það má kannski segja það að hvíld er ekki alltaf bara einhver svefn. Það getur verið heilmikil hvíld fólgin í því að fara eins og í göngutúr eða létta fjallgöngu, því að virk hvíld getur skilað miklum lífsgæðum, bæði líkamlega og andlega. Þið hafið kannski oft heyrt það eða nefnt hafi verið nefnt að þegar að franska byltingin átti sér stað, þá vildu menn losa sig algjörlega við öll merki kristni. Því að nú vitum við vitum hvernig sólarhringurinn er. 24 tímar og það fer eftir hvernig sólin, réttara sagt jörðin, fer í kringum sólina. Við upplifum það eins og sólin fer í kringum okkur, en auðvitað er það ekki þannig. En dagurinn, sólarhringurinn, eru 24 tímar af því að það er þann tími sem hann tekur jörðina að ferðast í kringum sólina. Mánuðurinn er svona gróft byggt á tunglunu, hvernig það hringlast þess. Árið, já fyrir ekki, ég náttúrulega er algjörlega að rugla hérna, enginn sagði neitt. Hvernig sólarhringurinn verður hann til? Með snúningi jarðar, ekki með því að jörðin snúist í kringum. Já. Ég er að prófa ykkur, það er engin vakandi nema Ían, hann var að reyna að leiðrétta mig. Þið með ekki taka öllu sem predikarnir segir bara sem gefni, það verður líka að prófa þetta sko. Biblían kennur okkur það. Sólarhringurinn verður til við snúningi jarðar, þannig að jörðin snýst og þannig sjáum við birtist sólin okkar á mismunandi hátt. En árið, það byggist á því að jörðin snýst í kringum sólina. Á einu ári, þá fyrir við 1 hring í kringum sólina. En hvernig var vikan til? Hvernig var 7 daga vinnuvika til? 6 daga vinna og 1 hvíld. Sú vika kemur frá Biblíunni, kemur frá sköpunarsögunni. En þannig að frakkarnir þeir vildu ekkert með kristni hafa og þannig að þeir þurftu einhvern veginn að losa sig við þetta minnismerki, þetta vikulega minnismerki, jafnvel daglega minnismerki viku, og þannig að þeir bara hættu með 7 daga viku og höfðu 10 daga vinnuviku í staðinn. Þessi 10 daga vinnuvika hins vegar bara hentaði ekki fyrir mannfólk. En það sem að meira hún hentaði ekki heldur fyrir skepnunar eða bara hinn veraldlega heim yfir höfuð. Svo þeir gáfust frekar hratt upp á þessu. Það virtist vera að jafnvel hestanir í götunum hafði bara brotnað niður á milli þessara meðan þessu stóð. Enginn af fólkinu þoldi það heldur. Og margir hafa þá dregið þá ályktun að
að 7 daga vikan, hún hljóti að koma frá einhverjum öðrum en bara frá Móse, hún hlýtur að koma frá einhverjum guðlegum sem veit hvernig hlutinir eru. Við sjáum marga aðra hluti í náttúrunni og í líffræði það sem að hafa vikulega svona rytma eða ferla, en það einhvern veginn virðist vera að jafnvel þótt að menn vilji fara frá kristni, að þá þurfi samt vikan að vera 7 daga og hún minnir okkur þá á sköpunarsögu Krists. En Guð gaf okkur þennan hvíldardag og hví ekki að gera hann að tilhlökkunar efni, hví ekki að gera hann af einhverju sem er gleðilegur viðburður. Því ef við hugsum út í það, ef einhver er 7 ára, er einhver 7 ára hérna í dag? Einhver er rétt upp hönd 7 ára? Það er 7 ára, ok. Við höfum öll, eða flest okkar erum búin að lifa að minnsta kosti 7 ár. En á hverjum 7 fullum árum, þá er maður búin að lifa heilt ár af hvíldardögum. Hafið hugsað út í það? Á hverjum 7 árum, þá lifa maður 1 heilt ár af hvíldardögum. Og þegar maður er orðinn 21, þá er maður búin að lifa 3 ár af hvíldardögum. Og ef einhver er orðinn 35 ára, sem er rosalega mikið, þá hefur maður lifað 5 ár af hvíldardögum. Og þegar maður er orðinn 70, þá er maður lifað 10 heil ár af hvíldardögum. Það er 1/7 dagur. Þannig að af hverju ættum við ekki að gera hvíldardaginn að tilhlökkunarefni? Af hverju ættum við ekki að gleðjast og ef við skiljum hann rétt, þennan dag sem Guð tók frá fyrir okkur til þess að tengjast sér, til þess að hvílast frá daglegu amstri. Við getum alveg fest í því að búa til einhverja reglur eða eitthvað í kringum hann og gert hann að byrði. En hversu miklu sætari og hversu mikil meiri gleði getur hann fært okkur ef hann er tilhlökkunarefni, eitthvað sem við hlökkum til í hverri viku. Og ég held að við skiljum hann rétt, þá sé hann gríðarlegt tilhlökkunarefni. En að lokum, hvaða ímynd er það sem að við gefum okkur, sem að við erum að gefa af Guði til samfélagsins? Hvernig hefur svo mynd af Guði sem við birtum öðrum áhrif á hvort nærvera með Guði sé þeim tilhlökkunarefni eða ekki? Hvernig getum við samstarfað með Guði svo að aðrir sem eru í okkar nærumhverfi geti fengið að sjá rétta mynd af Guði? Hvernig getum við á nýju ári náð til fleiri með hinu ósvikna jólaboðskap? Hvernig getum við hjálpað sem flestum að sjá Guð í réttu ljósi? Ég sagði krökkunum söguna áðan Jeremy sem var bara 10 ára. Sem gat sagt manninum í strætónum frá að Biblían er bók sem er ekki bara með einhverjum sögum sem eru bull, eins og maðurinn hélt fyrst. Hann gat útskýrt fyrir manninum með sniðugri leið að maður les ekki af úrinu tíman, eða úrið segir ekki tíman, maður þarf að lesa af úrinu tíman. Og alveg eins með Biblíuna er það þannig að maður þarf að lesa í Biblíunni til þess að fá betri og réttari mynd af Guði. Það er ekki nóg að hlusta bara á aðra, tala hann, því að oft erum við með ranga hugmynd af Guði og við viljum fá rétta mynd af Guði, við viljum fá mynd af Guði sem birtist í Biblíunni. Miskunnsama og góða Guð sem er Guð kærleikans. En er líka Guð umbreytingar. Því þið munið þegar að Jeremy var að segja honum frá, þá kann það líka bent á það að þessi Biblía er ekki bara venjuleg bók. Þetta er bók sem getur breytt fólki. Faðir hans sem hafði ekki reynst þeim vel, fór að lesa í Biblíunni og breyttist frá því að vera alkoholisti. Og ég sagði það svona aðeins penar, heldur hann stendur í sögunni fyrir börnin, en hann beitti þau heimilisofbeldi. En það breyttist. Þegar hann las í breytningunni, líf hans breyttist. Og Guð vill breyta
lífi okkar, hjá hverjum og einum. Og hann vill ná til okkar. Og eins og presturinn sagði, og Jeremy hlustaði svo vel eftir, að allir geta vitnað fyrir Guði. Það eina sem við þurfum að gera að sá frægi. Það áskorun til okkar á nýju ári að forgangsraða, að lesa og biðja Guð að gefa okkur þessa tilhlökkun. Þessa tilhlökkun fyrir að hitta hann. Og hvar getum við hitt hann? Við getum hitt hann í orði Guðs. Við getum hitt hann í bæn. Við getum hitt hann á hvíldardeginu. Við getum hitt hann í kirkju og við getum hitt hann við endurkomu hans. Áskorunin okkar að gefa okkar líf honum að fullu og halda ekki eftir því sem við höldum að við séum að fara að missa við, af því að við höldum að við séum að fara að missa við eitthvað annað. Áskorunin til okkar í ár og ávallt að eiga okkar persónulega samband við Guð óháð göngu annarra. Mér langar til þess að biðja þá sem að þeir vilja standa með mér til bænar, að við viljum taka þessari áskorun að forgangsraða Guði í ár, að lesa hann og biðja hann þessa tilhlökkun til að hitta hann. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér svo kærlega fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir okkur. Við þökkum þér fyrir kærleika þinn, miskunn þína og náð. Við þökkum þér fyrir það að þú leiðir okkur og verndar og styrkir. Við þökkum þér fyrir það að þú vilt vera með okkur. Að þú þráir að vera með okkur í nærveru okkar. Að þú hefur gefið okkur margar mismunandi leiðir til þess að njóta nærveru með þér. Kæri Faðir, við biðjum þig að hjálpa okkur að fá þessa tilhlökkun, þessa eftirvæntingu. Að við megum vera eins og börnin sem bíða eftir jólunum, að fá að hitta þig. Að fá að hitta þig í bæn, að fá að hitta þig í lestri orðsins, að fá að hitta þig á hvíldardegi, að fá að koma saman í kirkju og tilbiðja þig og umfram allt að við megum vona og þrá þína endurkomu með mikilli tilhlökkun. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú megir gefa okkur tækifæri til þess að deila með öðrum þessari tilhlökkun, að aðrir megi fá að sjá hver Guð hver kærleiksríkur hann og hversu hann vill ná til okkar og hversu mikið hann hefur lagt á sig til þess að frelsa falli mannkyn. Kæri Faðir, þú sért hjörtun öll sem eru hér, þá sem að kunna vera á netinu að fylgja með. Kæri Faðir, við biðjum þig að hjálpa okkur. Við sem höfum brugðist þessari áskorun, að þú megir styrkja okkur og gefa okkur þinn heilan anda, að þú megir leið okkur skref til skref, nær og nær þér. Að þú megir efla þessa tilhlökkun í lífi okkar og anda. Og við biðjum þess að þú megir blessa alla hér og þinn söfnuð. Við biðjum þess í Jesú nafni og segjum saman. Amen. Já, ég smá svona að jafna mig. Ég var líka að þýða svo heilin minn bara. En já, skulum standa upp og syngja síðasta sálm sem númer 90.
að lesa blessunarorðin sem að þessu sinni úr Júdasarbréfi, 24. versi og áfram. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Já, hvað segir þið gott?